Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það hiti og ég kom með manninn eins og borgarstjórinn Reykjavík orðaði það hér rétt á hann á fundi. Hann situr í heitasta stólnum. Lárus, til hamingju með sætið sem þú situr í og til hamingju með þessa ákvörðun að landsmót sem komið viljayfirlýsing og bæði fyrir 2016 og 2018. Ég veit þetta eru erfið skref að mörgu leyti og þið eruð að reyna að sameina hestamennskuna og það er væntanlega ykkar stefna. En ég spyr svona kannski fyrir þá sem að vilja þetta af landsbyggðinni, af hverju erum við, er þetta ekki bara málbúaháttur að fara í sveitina með þetta? Nei, sko kallinn minn, sko, ef það er að vera í moldbúa stað að vera á Hólum í Hjaltadal eða Hellar og Ongabakkum þá nú fáir staðir sem að hægt að láta sér líða vel á, sko. En hitt annað mál, að það bara í góðu lagi og það við að halda því áfram að halda landsmót á Reykjavíkursvæðinu eins og við ætlum að gera 2018. Við þurfum að þróa að við eigum ekki að taka einhverjar drastískar ákvarðanir og allt í einu bara allt orðið úrelt út á landi, bara allt í Reykjavíkur. Ég er ekki vissum að það sé farsælt, en blöndum þessu saman, tökum allt inn í og við erum virkilega að reyna á sátt eins og þú nefndir. Þú áttar þig á því sko að ég seti þetta svolítið fram eins og þetta komið frá mér. Ég er eins mikill sveitakall eins og hægt er. Hvort sem ég ætla að ákveða það hvort ég er með þessari ákvörðun eða ekki skilur sem slíkt. En ef ég kemst út á Reykjavík þá er það fyrsta sem ég geri. En það er alltaf gott að koma aftur, en það er alltaf gott að vera í sveitina. Þannig að Skagafjörður er stórkostlegur staður og allt það. En spurningin hvort að þetta er rétt á þessum tíma þar sem við höfum landsmót 2018 sem er búið ákveðið í Víðidal og staðsetningin bæði að hér og hjá Spretti kemur nú til greina að nota þá aðstöðu líka sem hefur nú komið upp í umræðunni. En eigum við pening til þess að ausa í svæðið fyrir norðan? Nú er þetta nú ekki eitthvað sem við erum að fara að henda 50 milljónum í heldur einhverjum 100 milljónum vantanlega. Já, hverjir? Sko, það hafa allir fengið peninga frá einhverjum samfélögum í sín svæði. Það hefur Kópavogsbúar fengið, Sprettar hafa fengið úr sínu sveitafélögum. Það hafa Fáksar fengið frá Reykjavíkurborg og borgarstjóri var nú hér til þess að lýsa yfir góðum stuðningi við þetta hérna í Fák. Ég hef enga trú á öðru heldur en Skagfirðingar komi með öflugum hætti að þessu móti. Munurinn hins vegar er sá á mótinu hér eða á Spretti eða norður á Hólum. Þar er staður sem við eigum all landið. Þar eru knapar sem koma úr Spretti, sem koma úr Fák, sem að koma af Snæfellsnesinu og koma frá útlöndum. Þannig að ég hef aldrei séð til pening sem að settir í skóla, talningum skóla til þess að mennta hestamenn og hjálpa okkur áfram í þessari mikilvægu grein okkar. Ég geti haldið þér inn í allan dag, ég er með spurningar sko allstaðar á Reykjavík og fleiri stöðum. Ég ætla að setja þetta landsmót aðeins til hliðar, bara ef við setjum það bæði 2016 og 2018 bara til hamingju með það og frábært þessi ákvörðun sem er komin og við skulum eins og þú segir reyna að vera í sátt og samlyndi með það. Það er bara svona persónuleg spurningur á mér til þín, hvernig líður þér í LH-stólnum? Nú er þetta heitt sæti, hvernig er það? Mér líður vel, þegar ég keyra þá er ég með hitan á sætinu, þannig að ég er bara sterkur að þeim sko. Þannig að þú ert vanur að vera á heitum stöðum? Já. Og líður best þar? Það er vissu sko tiltölulega kalt svæði eða svo stykki svo mikið, það eru aldrei jarðskjálftar eða eldgos eða neitt sko, þannig en þetta bara gengur vel, ofsalega góð stjórn og minnst bara vel þetta. En kannski fyrir þá sem að þekkja þig ekki og vita, einhverju vita að þú kemur nú vantanlega úr sveit, sagði einhverjum daginn, er það rétt? Ég er fæddur og alinn upp í Stykkishólmi. En hver er maðurinn? Hvað er bak við manninn? Ég er bara hreinræktaður hólmari. Hreinræktaður hólmari? Var á Hólum og búinn að vera með hesta frá því að var bara polli og búinn að starfa mikið í gæðingadómarafélaginu, var atvinnumaður í hestamennsku hérlendis og í Þýskalandi á tímabili. Starfaði núna sem kennari, er búinn að vera í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar núna í 8 ár, er á mín 9. ári. Hef verið þar í minnihluta, hef verið forstjóri bæjarstjórnar, var tímabundið bæjarstjóri. Þannig að ég svona kemur öllum áttum. Og þekkir svolítið til hestamennskunar? Það er alveg Já, ég er að rækta hesta og temja hesta sjálfur og ég bara er svona, ég held alltaf að þetta myndi kannski minnka eitthvað svona þegar maður eldist, en þetta bara eykst. Þetta eykst. Spurning á lokum, hvað verður á aðfangadagskvöld klukkan 6 hjá þér að borða?
klukkan 6 borða ég ekki neitt, þá fyrir ég messu. Þá fyrir messu, já. En hvað verður svo á boðstölu þar á eftir? Það verður hamborgar og ís sem ég geri þar á eftir. Sjálfur? Já. Ertu handlaginn í eldhúsinu? Aleinn. Nei, ég hef ákveðið verk. Það er ísgerð og það er svona 2 ísar. Það eru 2 ísar. Til hamingju með þetta og gangið vel í þínu starfi og með landsmót. Takk fyrir.